gaman að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir, gaman að vera komin. Ég eiginlega setti mér samband við þig eftir viðtalið sem að birtist við í Íslandi í dag. Já. Það sem að þú svona tæftir aðeins á þinni sögu og síðan bara óhefðbundnum meðferðum. Já. Foreldrar mínir höfðu samband við mig eftir viðtalið og sögðu þú voru að sjá þetta viðtal og þú voru að heyra í honum af því þau ekki geinkeypt fyrir hverju sem gamla kynslóðin en það var eitthvað við að hvernig þú lýstir þessum hlutum sem að svona náði þeim allavega. Já. Þannig að við höfum eftir að tala betur en skemmtilegt. Við höfum eftir að tala betur þá eftir. Algjörlega. En langaði kannski fyrst bara svona aðeins að fá aðdragandan að þú lendir í alvarlegu slysi. Já. Hvenær það? Á 9/nótt 2011. Það var á 9/nótt? Já. Hvernig gerist þetta? Það gerist þannig að ég bý með fyrirhandi unnustu minni í Austurríki á þeim tíma. Og þarna vorum við bara ung og vitlaus, skilur við bara ástfangin og vorum bara að ferðast heiminn og eitthvað og bara byggum í einhverjum fjalla, bara í bílum og fjallaborgum og eitthvað. Þetta var í Austurríki í Innsbruck sem ég var búin að búa nokkra vetur áður líka, sko. Síðan bara 9/nótt, bara gamlárskvöld og ég fer með nokkrum félögum úr partíi, tökum svona strætóinn svona upp fjallið sem við Innsbruck. Það Nordpark sem svona skíðasvæði bara beint fyrir ofan borgina basically. Svona fjallgarði bara við borgina og þetta svona, við förum svona 1/3 upp í það fjall með strætó þar sem síðan kláfurinn fer upp í skíðasvæði. En við fórum upp bara til þess að geta hort á flugeldana ofan frá. Já. Skilurðu, og það var svolítið skemmtilegt. Á gamlárskvöld. Já. Og svo erum við þarna og erum bara eitthvað að sprengja eitthvað kínverja og eitthvað svona. Þetta bara voða næs. Og síðan á leiðinni niður að þá náttúrulega, þú veist, þetta hverfi, skilur, það býr fólk þarna, þannig að þau vilja koma og djamma niðri, þannig að strætóin sem kemur klukkan, þú veist, 1 eftir minnætti, hann allt í einu miklu fullari af fullu fólki, heldur en sá sem að koma upp með okkur. Já. Og þá horfi ég hann á strætó og það bara pakkað upp að dyrum og ég segi við félaga minn bara, ég nenni ekki að fara með þessu fólki inn á strætó, við löpum bara niður í staðinn og ég þarf örugglega svona, þú veist, segja við hann bara, við erum að fara að labba hérna niður og hann bara, nei, þetta ekki góð hugmynd. Akkur ekki, var þetta bratt? Bara, þú veist, aðalega það að maður vissi ekki alveg hversu bratt þetta væri eða hversu langt eða neitt. Já. En þú veist, maður var búin að vera hann á snjóbreytti í 12 ár, aldrei gerst neitt, skilur, maður hélt að maður væri bara brjótanlegur, sko. Þannig að þetta var nú bara göngutúr, skilur, þetta var nú ekkit, og það var náttúrulega, þú veist, frost og miðnótt og svona, þetta var nú kannski ekkit, það var ekkit eitthvað stór hættulegt, en þetta var samt ekki kannski besta hugmyndin. Ok. Og ég, þú veist, ég vildi óska þess að ég hefði bara hlustað á hann, skilur, nei, ok. En þú veist, ég næja samfæran og svo bara byrjuði að labba þarna niður. Og maður bara, þú veist, við löpum bara yfir ykkur tún og svona, það liggur snjór yfir öllu, sko. Löpum bara yfir ykkur tún og svo inn í svona skó og svo finn ég mig þar sem ég stend bara á ykkur svona litlu barði og ég eitthvað á undan honum, ég sé ekki alveg hvar hann eitthvað stað bak við mig og ég heyrum í hvorum öðrum. Og síðan bara svona einhvern veginn, bara eitt moment á þess að hugsa, bara gera einhvern veginn, að þá bara svona hoppa ég sé tré fyrir fram mig, ég hoppa niður á þessu, þú veist, bara lítið barð, hoppa niður á því og gríp í tréð og svo sé ég hvað ég geri eftir það. En ég hoppa þarna niður, átta mig ekki á því að þetta miklu brattara heldur en ég býst við þegar ég lendi þannig. Vindhögg í tréð, þannig að ég næ ekki utan það og byrja bara að rúlla stjórnlaust niður þar. Okay. Hugsa síðan að því að ég var svo vanur að rúlla stjórnlaust á snjóbretti niður ykkur að kletta á eitthvað, að ég bara svona hugsa á meðan ég í stjórnlausu rúlið þarna, þá bara svona, þetta hlýtur nú að taka enda, þetta nú allt í lagi, ég bara býðum og sjá hvað gerist. Manstu vel eftir að hafa hugsað þá meðan það stóð? Já, en síðan bara, þú veist, þarna fyrir neðan 12 metra klettur, sko. Og ég bara tömbla fram á honum, sko, stjórnlaust, sko. Og við gerum ekki grein fyrir að ég hafi farið fram á honum. Og síðan bara, þú veist, lendi ég bara á svona skóarvegi fyrir neðan klettin. 12 metra fall? Já. Og bara,
þú veist, ég er eiginlega ekki ég er með minningu að hafa hugsað bara, þetta tekur endi, skilur, og að hafa verið í stjórnlausi rúli, en ég er eiginlega ekki með minningu af frjálsafallinu. Nei. Síðan bara næsta bara ligg ég á maganum á veginum og ætla bara að standa upp og halda áfram eins og ekkert hafi gerst. En þá bara búið að slíta líkamann í sundur, eða bara mænuna basically, þannig að það bara, heyrðu, lappirnar bara virka ekki. En það samt ekki, það engin sársauki eða neitt, þetta bara alveg way beyond allt svoleiðis. En ég samt ekki að, þrátt fyrir að veruleikinn sé að öskra fara mig, þá ég samt ekki að kveikja að þetta það alvarlegasta sem getur gerst. Ég bara svona, heyrðu, hvað ættum við að gera í þessu? Eitthvað svona, og hann náttúrulega bara byrjar að hringja á björgunarsveitarnar í eitthvað, hvað ert að gera? Farð þú bara niður, ég redda mér einhvern veginn hérna. Ekkert að kveikja á alvarleika málsins. Þannig að þú segir að þú ætlar að redda þér þó að fæturnir þínir virka. Frá ég get ekki gengið. Þú ert alveg aftengdur veruleikanum þrátt fyrir að hann að þannig að fyrsta hugsun sem að fólk hugsar að vakna upp og fatta fæturnir mínir virki ekki, að það sé hræðileg tilfinning, en þú ert að segja að þú hefur bara verið í afneitun. Já, þú veist, þetta bara svo mikið eitthvað sem að þú skilur ekki, eitthvað sem að svo bara svo beyond allt sem að í rauninni getur gerst, sem þú getur ímyndað að þetta bara kemst ekki að, skilur, og það var, þú veist, það var þannig í langan tíma, fyrst bara svona, nei, það bara, þú veist, ég þarf ekkert að redda þessu, bara þetta ekki eitthvað svona, en síðan, þú veist, síðan liggi þannig á einum í 4 klukkutíma, því að við erum inn í skóginum, þá geta það ekki bara komið á þyrlu og náðu mig, sko. Já, ok. Þannig að ég er í 4 klukkutíma á ísnum á þessum litla skógavegi. Varstu þá ekki orðinn kaldur? Jú, komið niður í 31 gráðu. 31 gráðu? Já, hefði ég verið á honum í klukkutíma viðbót, þá hefði ég frosið til dauða. Síðan var ég líka með blæðingun á heilan og samfallin lungu. Þannig að það voru fleiri en eitt faktorar sem að drápu mig næstu því. Hvað var mestar sem þú manst síðan eftir þetta? Eftir að hafa leiðið þarna? Já. Síðan man ég eftir að þegar að loksins, þú veist, björgunarsveitin þurftu að bara þræða alla skógavegina þarna í fjallinu, þess vegna tók þetta svona langan tíma. Síðan koma þeir þarna og ég man eftir því að þeir koma þarna og síðan bara sprautaði mig niður með einhverju og þá bara ekkert, þá bara non-existence í 3 daga. Var þið haldið sofandi bara í 3 daga? Já, bara kóma, sko. Síðan bara man ég eftir því að ég bara opna augun einhvern veginn og þá var ég inn í einhverju svona kremlituðu herbyggi. Svo bara stendur fjölskylda mín allt í einu fyrir frá mig og ég bara, býtu, þetta svona alvarlegt að þau hafi flogið hingað. Því hvað eiginlega að gera þarna? Síðan eru þau öll svona hálfgrátandi, svo fara þau út, svo kemur læknirinn inn og það bara það var ég sem að gerði aðgerðin á þér, það tók 8 klukkutíma og ég rekonstruktaði öllu bakiniðinu. Þetta ónýtt, þú munt aldrei ganga aftur. Sáðan það við bara kalt og beint. Úff. Og það samt skipta ekki máli. Þrátt fyrir að maðurinn tauga sérfræðingurinn sem að opnaði þig og sá þetta allt saman, segir þetta við þig, það var samt bara nei, ég mun skilur og það tók ykkur sko 2-3 ár að brjóta þessa afneitun niður sko. Það var svoleiðis. Þannig að tilfinningin þín, að því maður hugsar einhvern veginn að vera að vakna upp úr svona horfa fjölskyldunni sína, svo kemur læknir og segir þetta við að þetta hljóta að vera bara versta augnablik æviðinnar. Já, nei. Það er ekki þannig að þér. Nei, það var miklu verra augnablik þegar ég áttaði mig á því að ég gæti ekki unnið þennan raunveruleika 2-3 árum síðar. Hvað tekur þá við á þessum 23 árum? Þú ætlaðir bara að labba? Ég ætlaði bara að labba, sko. Ég ætlaði bara, þú veist að með bara einhverjum ofuræfingum bara allan daginn og gera allt einhvern veginn. Ætlaði ég bara að vinna þetta einhvern veginn, sko. Hvað liggur línan? Því nú myndir náttúrulega einhver segja... Það er náttúrulega bara delusional, skilur. Já. Ég meina þetta en nú myndir samt kannski einhver segja ef það á að vera mögulegt að labba aftur og einhver gerir það, þá myndi það væntanlega gerast svona. Að þú hafi nógu sterka trú á því. Líklega. Og ætlir það nógu mikið. Þannig að manst eftir að þér hafi liðið þannig þegar þú byrjar einhvern veginn að þessar æfingar, þá bara raunverulega leiðir eins og þú værir að fara... Já, það var sérstaklega, þú veist, þegar ég var með þessar stóttækjafræðinga og þau voru að smíða einhverja spelkur og eitthvað og enginn af sjúkraþjálfurunum á Grensás var eitthvað svona
vissi almennilega hvernig þetta væri, skilur við vorum svona að ryðja einhverja nýja braut, þú bara svona, hérna er hjólastall handa þér og við fittum hann á þig og svona ferði við í kanta og eitthvað svona, það var, þú veist, jú, ég gerði það, en setti mest áherslu á spelkunnar og labba á hækjum og, þú veist, ég var með göngugrindi, þú veist, örugglega 1 ár og svo skipti yfir á hækjum, þetta var ógeðslega mikið vesen, sko. Og varstu bara ég var bara að alltaf og þetta var bara svona, örugglega í 6 mánuði bara með þessum dedicated sjúkraþjálfurum sem voru bara að læra þetta með mér, skilur, það hafði enginn gert þetta. Hvað var það þá sem þú varst að gera? Bara einhverjar æfingar og... Já, bara endalaust æfingum, en aðalega var það, þú veist, að læra að ganga í spelkum á þess að finna fyrir jörðinni eða vera með neitt fyrir neðan, skilur. Mjög erfitt. Hvað er það sem gerist? Bara kuppaðist mænan bara í sundur eða? Hvað er það sem gerist? Já, nánast, sko. Hann sagði, læknirinn sem að skarfi upp, hann sagði hérna hann hefði farið eiginlega alveg í sundur og það hafði verið einhver þráður sem var eftir sem að hann einhvern veginn konstruktaði í nýja draslinu, það sést T12 það er hérna í miðbækinu eða sést neðsti thoracic liðurinn sem að bara einhvern veginn þjappaðist allt saman og hann bara einhvern veginn splundraðist út, sko. Og tók hann stykki úr mjöðminni og setti og bjóð til nýjan T12 basically, þá sagði mér að þú veist það hefði verið einhver þráður þarna sem hann gat búið þetta til í kringum, það hefði verið það eina sem var tengt, annað væri bara ónýtt. En þegar að þú varst að koma hérna til mín áðan og þú ert með hérna hliðin á þær hækjur, já. Er það hvað þú getur gert núna, er eitthvað að því að þakka þessari vinnu sem þú lagðir á þig þarna á eftir? Já, algjörlega, þú veist, það var þrjóskan og afneitunin sem að kom mér svona á fætur, skilur. Og það, þú veist, þetta var afneitun, skilur, þetta var delusional, skilur, en þetta samt kom mér á lappir, skilur. Og ég En er það þá delusional? Ja, þú veist, að halda að þetta geti laga þetta er delusional, skilur, en það að hafa gert það er mjög jákvætt. Varstu þó ekki að brjóta einhver blöð í að geta staði svona miðað við hvað hefði komið fyrir þig? Í rauninni. Jú. Og það, þú veist, það hefur það hjálpað mér mikið, skilur, þú veist, það er náttúrulega bara andlega heilbrigt að vera í augnhæði við aðra og geta labbað upp tröppur og farið inn á þröngsvæði og svona, sem að ekki hjólastallin býður ekki upp á neitt að þessu. Og síðan aðalega er, þú veist, að beinagreindin, líkaminn er að bera eigin þyngd. Skilur, beinin fá þyngdaraflið í hverju skrefi. Þannig að Þú sagði við mig að það væri kostur og gallar við bæði, hjólastólun og hækjurnar. Er það þá einmitt þetta að ef þú ert bara í hjólastóla þá fara að koma stóðkerfis vandamál út af því? Já, þú bara ég meina, þú getur ímyndað ef þú kippir þyngdaraflinu sem að við höfum þróast í milljónir ára við að vera á jörðinni, ef þú kippir því allir í bara burtu, meina, það er major vandamál, það er bara eins og þú ferð í geimstöðina og ætla bara að vera þar. Þú rústar líkamannu með þessu. Og það er það sem hjólastólinn gerir. Þegar þú talar þessa afneitun og þessa þrjósku og allt þetta, manstu þú eftir augnablikinu þegar það rann af þér afneitun? Já, það var þegar ég hrundi 2014. Hvernig gerist það? Ég hafði búið til hérna bíómynd fyrstu árin eftir. Var það myndin hálendið? Já, bara Ísland. Náttúruna og mannlífið og svona á Íslandi. Svona non-narrative mynd, sko. Og hún hafði svona, þú veist, ég var í öllum endurhæfingunum og í þessari afneitun minni, en síðan var myndin svona líka rosalega að dreigja mig út úr þessu einhvern veginn, með því að vera bara setja alla athyglinna þangað. Þannig að síðan þegar hún kláraðist, þegar búin að frumsýna það og þegar það var búið, þá kemur það, sko. Manstu hvernig það kom? Já, ég man eftir að ég var bara svona, ég svona hálf keyrði mig út með þessari mynd, sko. Fattaði ekki hversu þreyttur ég væri fyrir þetta var búið. Og það var bara svona einhvern veginn hrundi ég í gólfið og þá kemur þetta vakúm bara hvað ég að gera núna, skilurðu. Og þá bara, þú veist, þessi þreyta og þetta vakúm saman, það bara kemur einhvern veginn á sama tíma að myndin hefur ekki lengur ég hef ekki lengur þessa þessi athygli allt í einu tæmist, hún fer ekki lengur í þessa mynd, þannig að ég svona allt þetta þrennt kemur saman, bara þú getur ekki, þú veist, þú ert búin að reyna í 3 ár hérna að vinna þetta, það er ekki að fara að gerast.
þannig að það bara, þú veist, þetta var rosalega erfitt. Ég hrýn í jörðina, sko. Ég bara algjörlega dysfunctional í heilt ár, sko. Heilt ár? Já. Því við ætlum að tala síðan það, við erum að koma því með hvernig þú hefur notað það sem í daglegu tali eru kalluð hugvíkandi efni. Já. En þegar þú segir heilt ár, varstu þá bara komin í gífulega djúpt þunglindi eða? Já. Eins þungt bara djúpt og að gerist, sko. Eins djúpt og að gerist bara? Það held ég. Ég get allavega ekki ímyndað mér, en ég var að byrja að skoða suicidal klinikin í Sviss, sko. Hvernig virka þau? Hvernig virka þau? Þú bara, Er það líknardráp? Já. Nú ekki mikil umræð um það á Íslandi? Nei, það hefur ekki verið talað mikið um það hér. Og það ekkert í lögum, það hefur aldrei komið upp svona alvarleg case þar sem einhver hefur viljað gera þetta. Og það hefur ekki verið einhvern veginn lagarammi fyrir því. Það gerist í öðrum löndum. Þannig að suicidal klinik þá klinik þar sem fólk... Bara fólk fer til að enda lífsitt af því að það of mikil þjáning, sko. Vá. Þú varst bara að byrja að stúdera það? Já. Komum þangað, sko. Hvert þú lýsir síðan fyrir okkur kannski ferðalaginu þínu upp úr þessu. Og hvernig þú byrjar að því að það heldur bara á meðan að við erum að tala núna, þá að verða rosalega mikil breyting í samfélaginu varðandi þessi efni, þessi hugvíkandi efni. Þetta búið að vera einhvern veginn svona, búin að vera núna áratugir þar sem að þetta einhvern veginn búið að vera alveg út úr umræðinni og svo þetta núna að koma inn einhvern veginn að fullum þunga og þegar að þetta viðtal okkar verður byrt, þá ég búin að byrta viðtal við Harald Erlendsson geðlækni sem mitt segir að þetta sé stærsta bylting í sögu geðlæknisfræðinnar, hvorki meira en minna. Í sögunni, ekki bara núna á síðastímum, bara í sögunni. Það segir hann. En hann að spurningin... Sammálánum. Þú ert sammálánum? Já. Spurningin myndi þín þá kannski hvernig byrjar að komast í tæri við þessi efni og hvernig svona, þú byrjar að skoða á internetinu eða? Þetta sem sagt, þetta byrjaði svona eiginlega, sko, ég hafði prófað þetta einu sinni áður, sko, fyrirslys, þegar ég var hérna í Indónesíu 2007. Hvað prófaði þá? Sveppi. Já. Og gerði þetta með félaga mínum hérna nýr á Bali, sko, af því að þar þetta bara gert, einhvern veginn. Þannig að við bara svona við erum hérna í Indónesíu, við gerum þetta einu sinni aldrei aftur, af því að við heldum þá að þetta væri bara hálfgerður heilaskaði. Þannig að við vorum bara tilbúinir til þess að fórna nokkrum heilasellum til að fá upplifuna einu sinni og svo bara aldrei aftur. Okay. Þú veist, svona var maður heilaður, skilur þessu trúði maður. Það sýnir klikkunina í því hvernig þetta hefur verið byrst, sko. Og við gerum þetta og þetta var gaman og tunglið dettur á himnum og eitthvað svona á strandinni, sko. Tunglið dettur á himnum? Já, bara eitthvað svona rugl, sko. Og þetta var voða skemmtilegt, sko. Og síðan bara svona, þetta bara, þá erum við bara búinir að þessu og svo bara heldur þetta í mörg ár, skilur, bara gerðum þetta aldrei eftir. Og síðan það ekki fyrir en eftirslys þegar að maður virkilega þarf á þess að halda, skilur, að þá á ég þarna einn vin sem að hafði þá, svona hefð að gera þetta með vini sinum alltaf fyrir jól einu svona ári. Og síðan þarna eitthvað, 2000 og, þetta samt ennþá meðan ég að gera myndina, 2013, þá kemur hann heim til mín hérna rétt fyrir jól og hann bara, nú gerum við þetta saman og ég ger þetta og það alveg bara opnar svolítið huga minn, sko, þrátt fyrir að það enga veginn til að díla við eitthvað erfitt. Það bara opnar þessa vít, sko. Og eftir það þá svona fer ég út að tína og byrja svona að skoða almennilega þetta og þá það komið á netið, skilur réttar upplýsingar. Þá þau búin að vera með rannsóknir frá 2006, skilur, og þannig 2013, 14. Þannig að réttu upplýsingarnir alveg til, en þú þarf bara að leita að þeim, skilur. Þegar þú tala réttar upplýsingar, þú tala hvernig sílósíben virkaefni í sveppum hafa verið notað varðandi áfallastreitu, kvíða og þunglindi. Já, basically, og bara þú veist að þetta hefur ekki, við erum ekki bara búin að nota þetta síðan þá, við erum búin að nota þetta í 5.000 ár, skilur, það eru kúltúrar í Amazon og út allt í heiminum sem hafa notað þetta sem svona trúarlegar sakrament í 1000 ára, sko. Þekkjum við eitthvað sögun á Íslandi varðandi það? Því væntanlega að þú ert að tala um Amazon, þá ertu væntanlega að tala um efni sem eru þar í frumskóðunum. Já, ayahuasca og svona, en á Íslandi væri það væntanlega sveppirnir sem hafa verið hér. Jú, trjónupedlan. Trjónupleðlanir. Trjónupedlan. Peðlar. Já. Hún hér, sko. En
Ég held að það sé til voða lítið þú veist, maður hefur bara heyrt víkingana sem áttu berserksveppi eitthvað svona, sem eru svona hálf eitraði, sko, eða þú þarf allavega að vita hvað þú ert að gera, sko. Þannig að ég held að það sé voða lítið til það hér, sko. En fannstu þá eitthvað þegar þú gerir þetta með hún? Já, þá bara svona, ég meina þá bara snar breyti ég skynjun minn á raunveruleikann, skilur, og það hefur mikil áhrif á mig, fattar þú? Hvernig snar breytir henni? Það bara, þú veist, þú bara horfir í kringu þig, skilur, og það eins og þú veist, þú sér liti og veggir anda og eitthvað svona, þú veist, þetta alþekkt að þetta gerist, en lengra en það, þá það meira svona eins og, þú veist, ef þú horfir til dæmis á rós, skilur, það sem að við sjáum núna, ef ég læt þig hafa rós, að þá horfir þú á eitthvað og vinstra heilahvelið kveikir á, já, þetta rós, hún rauð, hún svona í laginu, ég þekki þetta form, skilur, þannig að þú ert meira að sjá það sem að þú kategoræsa sem rós heldur en actual rósina. Í svona ástandi, þegar þú ert í svona hreinu skynjunar ástandi og horfir á rósina, þá allt þetta ekki til staðar og þá horfir bara beint inn í sköpunina sem rósin, fattar þú, þannig að hún hefur miklu dýpri áhrif á því, þá sérðu bara hreina skapaða fegurð og það það sem að hefur áhrif, skilur. Þetta svona svolítið þannig. Hvernig, að því eitt síðan eitthvað svona upplifun og meðan þú ert að taka eitthvað svona, en hvernig byrjar þú þá að upplifa að þetta hafi síðan áhrif á raunveruleikaðinn eftir að athöfnunum lýkur? Já, það eiginlega svona, þú veist að þú bara svona fattar allt í einu að raunveruleikin ekki bara á einhvern einn, skilur, hann ekki bara svona, skilur, hann bara svona af því að ég búin að láta hann verða svona, skilur, það í rauninni bara hvernig heilinn þróast, þannig verður raunveruleikin þinn, skilur, þannig að ef þú opnar hann svona og kveikir á allt öðrum bara, þú veist, þú blandar heilastöðunum allt öðru sér saman undir þessum áhrifum og þannig að þú víkkar út veruleikann rosalega mikið, það hefur rosalega mikil áhrif á hvernig þú sérð alla hluti og það byrjaði það prósess hjá mér þá, sko. En þetta var samt svona, þú veist, svona fyrstu tilraunir voru þarna í kringum þennan tíma, sko. En það var samt ekki svona fyrir en að ég var í djúpa þunglindinu og ég bjó í Þýskalandi þá, sko. Og það var ekki fyrir en að ég var þar alveg á kafi í þunglindinu og fór út í skó og átt sveppi þar. Sem að það svona virkilega byrjaði prósessið að reyna að díla við þetta, sko. Hvernig hjálpa þessi efni þér síðan að díla við þann raunveruleika sem þú ert í eftir að afneituninni lýkur? Það erfitt að útskýra það. En það eins og bara svona þú kemst ekki upp með að fara fram hjá neinu sem að satt í þessu, skilur. Þannig að, þú veist, með mænuskaðan, fattar þú, ég meina að ég kemst aldrei undan þessu, þetta bara alltaf hér. En ég samt í afneitun með það, fattar þú, ég get samt einhvern veginn snúið veruleikanum, þannig að þetta eitthvað annað en það Akkurat. Já, en í þessum athöfnum, þá það ekki hægt, skilur, þú verður bara að horfa ofan í þetta. Þetta þá einhvern veginn þannig að þú færð þá tækifæri til að díla við erfiðu hlutina því þú færð að sjá það bara alveg eins og þeir eru, getur ekki flúða. Þetta bara svona, eins og Sara kallar þetta bara speglasalur, skilur, á allt sem að inn í þér. Ef að það leynast mikið af vandamálum og erfiðleikum þar, já, þá það bara speglað. Skilur, þá færðu bara að horfa framan í það. Þannig að, þú veist, það getur verið mjög skeri, skilur, það erfitt að feysa sjálf á sig. Það mjög erfitt prósess. En það samt mjög holdt. Það þá ástæðan fyrir því að margir sem að fara í svona serimóníu og upplifa hana mjög erfið á meðan á henni stendur, segja síðan kannski samt að þeir eru spurðir einhverju mánuðum seinna, hefur viljað sleppa þessu eða myndur vilja endurtaka þetta, og þá segir fólk, nei, ég hef aldrei viljað sleppa þessu og já, ég væri til að endurtaka þetta. Þó þetta hafi verið erfitt. Já, það af því að þau sjá árangurinn í því að feysa erfiða hluti, skilur. Þau sjá að það gerir því gott að gera það.
þú veist, það fólk fer í þessar athafnir allt öðrum ástæðum heldur en í svona einhverju efni þar sem þeir eru að flýja raunveruleikann, sko. Þetta upplifir þá í þínu tilviki að því fyrst vantarlega ert í þessari afneitun og síðan þarft að díla við þetta, eða upplifir síðan og eftir því fara að koma einhvers konar sátt? Já, það var svona, þetta kom eiginlega svona svolítið saman, þetta var þetta erfið ár þarna, þar sem að ég gerði þetta einu sinni út í skógi og það var bara gríðarlega erfitt, skilur, ég var bara grátandi og bara öskrandi á trén þarna í marga klukkutímar. Varstu breytandi í skógi? Já. En síðan það var svona, einhvern veginn valdi rosa góðan dag, þetta var svona haust og það var rosalega fallegir haustlitir og svona og ég hefði bara farið lengst út í skó eitthvað og var bara alveg einn, það var ekki maður neistaðar, sko, var þarna og át bara mikið að þessu. Og svo var þetta svo erfitt að ég var bara öskrandi og bara einhvern veginn bara ég geti þetta ekki og grátandi og svona, en síðan einhvern veginn kom morgunsólinn og einhvern veginn bara svona lýsti í gegnum skóginn og ég sá bara svona einhverja dýrlega fegurð í ljósinu og því öllum saman, þannig að það væri einhver kraftur að hjálpa mér í gegnum þetta, þrátt fyrir að þetta væri það erfiðaðist í heimi, þannig að það var mjög sniðugt að hafa gert það, þrátt fyrir að ég myndi ekki vilja endurtaka þetta. Nei, en hvernig þá prósessin á eftir? Þú segir mér svo bara þarna, þannig að þú búin að gera þetta. Hvernig eru síðan dagarnir á eftir? Þeir eru svona, þú veist, þetta svona leist eitthvað á læðingi og byrjaði eitthvað prósess, en þetta var ég var samt í þunglindi í marga mánuði þarna eftir. Síðan það ekki fyrir að ég kem aftur til Íslands vorið 2015, sem að ég kem heim og ég bara svona byrja eftir að integrata inn í samfélagið og byrja einhvern veginn að gera eitthvað sem að ég svona einhvern undraverðan hátt nægi að setja einhverja rútínu á stað og það er svo erfitt fyrir mig að vera í rútínu af því að ég er með mikinn sársauka í hnjánum, sko, og hann kemur bara einhvern tímann, skilur, þannig að það rústar öllum plönum og svefni og öllu saman, skilur, það er svo erfitt að bara halda einhverjum hringrás hjá mér, sko. Ég skilji. Já, en einhvern veginn náði ég að gera það þarna. Mundirðu þú segja, því þú sagðir áðan að þú verið sammála Haraldi með að þetta veri stærsta byltingi sögu Gellinsfræðinnar. Já. Mundirðu þú segja að þetta hafi bara bjargað þér út úr þessu djúpa þunglingi sem þú varst að lýsa? Já, svona þetta var byrjunin af því, sko, og síðan seinna kom miklu meira process í þessu. Þannig að þetta var process sem tók mörg ár, en það var samt, þetta var algjör kjarni á því að bjarga mér úr þessu, sko. Þannig að þegar ég kem hann heim þá var ég komið með nýtt æði sem var að taka myndir af geimnum. Og ég fer bara á fullt út í það og byrja að vinna líka hjá Össuri og þróa þessar hækjur hérna og svona, þannig að það var alveg nóg að gera, sko. Og svo fer ég bara nótt eftir nótt bara út þegar það er stjörnubjart, sko, og er með svona mótora og alls konar tölvu búnað til þess að trakka himininn til að geta tekið myndir í margar mínútur og marga klukkutíma án þess að það hreyfist, skilur, þú veist, ef þú bara setur myndavél upp á himinn og tekur mynd, þú getur kannski tekið í 20 sekúndur. Ef þú gerir það lengur, þá verður þetta bara línum af því að jörðin er náttúrulega snúast. Þannig að þú þarft að cancela þeirri hreyfingu og þetta var svona einhver fræði sem að tók einhver tíma að læra, skilur, og kaupa búnað og svona, en ég gerði það og þetta alveg tók allan minn hug bara þarna á þessum tíma og ég var bara úti nótt eftir nótt og var bara einhvern veginn að mörgja við alheiminn þarna. Og það var líka mjög heillandi fyrir mig. Það var 2015, 2016 og síðan 2017 þá bý ég í Reykjavík í Garðabæ og missi húsnæði sem ég er í og verð þarna næstu í heimilislaus, en fyrir einhverja einskjara heppni nokkrum dögum áður þá fæ ég þennan þá kemur upp í hendurna á mér þessi sumabústaður út í Raskati í Selvogi á Reykjanesi þar sem enginn býr og hann bara, þú getur flutt inn á sumabústað þegar þú vilt, og ég gera það bara, það eru frábærar myrkursaðstæði þarna, ég fer bara fullt í stjörnu myndununa og þannig að ég flytt þangað út í Raskat og það er ekkert þarna,
ekki neitt. Það ein kona sem að safnar drastli úr sjónum sem að bjóða þarna, sem var mjög skrýtin, annars var enginn þarna. Og ég flytt þangað og býð þarna í heilan vetur, í einangrun. Þannig að heilan vetur, Selvogi í Reykjanesi? Já, þetta þarna á milli Grindavíkur og Þorlákshafnar. Þegar þú segist bú í einangrun, varstu þá bara ekki að umgangast fólk? Að miklu leyti, þú veist, ég var með vinnu í Össuri og átti bræður og svona í bænum, þannig að ég kom alltaf í bæinn svona öðru hvoru, en síðan oft bara snjóaði ég inni þarna, skilur, þetta var í sumbústaður, það engin ruslaþjónusta, það ekkert mokað, það ekkert að þessu sem að við teljum eðlilegt, eðlilega þjónustu, allt það ekkert í staðar, þannig að stundum bara snjóaði bara allt í kaf þarna og ég var bara fastur í 3 vikur og þá var ég semst bæði eða það var stjörnubjart, þá var ég að skoða alheiminn og ef það var ekki stjörnubjart, þá var ég að éta sveppi og skoða internal alheiminn. Þannig að ég fór bara út, inn, bara til skiptis. Ok, og hvernig komst út úr þessum vetri? Þetta var algjör endurfæðing, sko. Það var alveg glæsilegt tímabil. Það var gott að það var í búið, skilur, en þetta var samt alveg algjört gull, sko. Þú hefur væntanlega einmitt, talandi að vera hérna, það nú alveg nógu mikið seremóni að vera svona mikið einn einhvers staðar út í raskatninu, þú veist líka að taka svepp. Já. Og hvernig, þegar þú segir endurfæðing, hvernig upplifir endurfæðinguna? Þetta var svona einhvern veginn bara svona eins og ég hefði, þú veist, ég átti mörg tripp sem voru skelfilega þarna, skilur, bara að þú getur ímyndað þú ert einn þarna og þú heldur að sé góð hugmynd að éta sveppi, skilur, og síðan étur það og þegar þú ert búin að kyngja þessu þá allt í einu fattar að það blind bylur úti, maturinn að klárast, jeppin fastur, þú ert aleinn, það ekki hægt að sækja hjálp, skilur, þetta bara, hvað ég að gera, skilur, og það ferði í gegnum rosalegt myrkur, fattar, en ég komst alltaf í gegnum það og þegar þú kemst í gegnum það þá bara einhvern veginn verður það einhverju uppljómun, þannig að þetta var eiginlega alltaf svona full circle, sko. Já, og endurfæðingin einhvern veginn bara ásist að ég nota hana tíma bara, þú veist, ég þarf að skilja hvað raunveruleikin Okay. Og svona að einhverju leyti, þú veist, ég held að maður geti aldrei fullkomlega skilja það, en að einhverju leyti hjálpaði það við að einhvern veginn að geta verið í þessum heimi með þetta alvarlega vandamál. Margir sem að fara í gegnum svona seremónir, hvort sem að það sveppur og psilocybin eða DMT, lýsaði einmitt að þeir fari bara inn í aðra vítir. Þetta þannig. Já, þannig að þegar þú ert að segja hvað raunveruleikin. Já. Ertu ekki svolítið að leika þér að raunveruleikanum með því að vera einmitt aðleitn að taka sveppi og þú veist, þú var engin partur að þess sem hugsaði að þetta ávísun á geðróf eða eitthvað svoleiðis. En ég var bara ekki hrædd, ég var bara, þú veist, mér fannst þess að ég hefði enga að tapa, skilur. Ég bara, þú veist, annarkvort geri ég þetta bara og fer í gegnum þetta ferli eða ég bara droppa þessu, skilur. Þannig að, þú veist, ég er komin út í það að bara, fuck it, skilur. Já, ég skilji. Það síðan eftir þennan vetur sem að þér fer að líða eins og þú eigir að fara að hjálpa öðrum? Já, það var í þessum vetri sem að ég byrjaði að gera það. Sem sagt að vinir og einhverjir komu þangað og ég gerði þessar athafnir með þeim. Af því að ég hafði séð hvað þetta gerði fyrir mig. Þannig að það svona að byrjaði þar, sko. Það væntanlega áhugavert, því ég er búin að kynna mér þetta svo mikið, en þegar það eru örugglega margir að hlusta og horfa sem að hugmyndin sveppi einmitt bara einhver svona unglingar eða ungmenni á djamminu og hendur í sveppum og í áfengi og svo var einhver sem að hoppaði fram að svörlum með eitthvað, sko. Já. Og það gerist, það til. Já, ég ætlaði að spyrja það út í það bara í allri þessari umræðu þetta að þá þessi efni geta alveg verið hættuleg ef þau eru notað á rangan hátt. Það er bara það er oft misskilið hvar í hverju liggur hættan og oft fólk sem hefur ekkert exposure við það lítur oft á það bara að breyta huganum svona hættulegt. En það er ekki hættulegt. Það sem hættulegt að gera það í aðstæðum sem eru suboptimal. Sem sagt, ef þú ert í einhverjum partíum eða þú ert kannski ekki fullþroska eða unglingur eða eitthvað og þú gerir þetta á þess að vita hvað það fara út í aðstæðum sem eru óstjórnlegar, skilur ég, út í partíi, það getur verið næs og getur verið voða gaman, en það getur líka bara einhver komið inn í partíið sem að
kannski bara með einhverja neikvæðni eða ofbeldisfullur eða eitthvað og þá gerist það mjög hratt að þetta getur bara farið í eitthvað óstjórnlegt geðrof eða helvíti, sko. Að þetta ýkir upp allt sem í kringu þig, þannig að þess vegna svo mikilvægt að gera það í safe aðstæðum. En ef að ef þú veist alveg, sérstaklega ferðið í ykkur með atum sem veit hvað hann að gera, hann gerir þetta allt klárt til þess að aðstæðarnar séu alveg eins góðar og hægt og síðan við hliðina á þér til að halda í hendina á þér til að feysa erfiðleikana þína. Þetta allt saman sett upp í bara í þá umgjörð til þess að eiga djúpar upplifanir og án einhvers konar utanaðkomandi hættu og þá það ekki hættulegt, þá getur það bara verið erfitt eða algjör dýrð, skilur við að bæði en ekki hættulegt. En það rétt að taka það fram að það náttúrulega, ef að fólk kynni sér það, þá náttúrulega búið að vera að rannsaka þetta mjög lengi í þessum tilgangi að hjálpa hermönnum með áfallastreitu og kvíð og þunglind og þetta sérstaklega bara eins og í Bandaríkjunum með þessar rannsóknir búin að vera í gangi mörg ár og það líta mjög vel út. Það gera það og það líka, sko, það fer lengra aftur heldur það, þú veist, núna eru svona, þeir byrjuðu að rannsaka þetta svona kannski, í kringu 2005-06 þannig að núna eru með 15 ár af alvöru, skiluru, double-blind placebo-controlled stúdíum sem það sem þarf til að vestrænir heimurinn trú einhverju. Já, þannig að við erum með 15 ára því og þannig að það orðið mjög erfitt að afneita árangrinum þaðan. En það sem líka áður en þetta var bannað fyrir 50 árum, hérna 1970 þegar Nixon bara setti algjört banna á allt saman, að fyrir það voru 10.000 rannsóknir sem voru gerðar. Það voru kannski ekki alveg svona strangar eins og í dag, en það voru samt 10.000 rannsóknir sem voru gerðar frá 1950-55 til 1970. Þar var verið að trýta, skiluru, alkohólisma og alls konar geðræn vandamál og svona með svakalum árangri. Síðan var þetta bara allt í einu bannað, allt í einu og ef þú fórst síðan í sálfræði, þú varst aðeins yngri og fórst í sálfræði eða í eitthvað af þessum greinum þar sem þú varst að reyna að díla við sálfræðilega hluti og ferði síðan í þetta nám, þá bara ekki talað að þetta hefði verið gert, skilur, þetta var bara þurrkað út, skilur, úr sögunni og síðan, þú veist, síðan bara 50 ár af engu og svo núna aftur eftir 2000 byrjaði það, sko. Og þá allt í einu kemur að ljósa að það var til fullt af data fyrir þennan tíma. Hvað myndir þú segja við þá sem að hlusta og horfa sem að þetta með Nixon tíman þegar það bara war on drugs og þetta allt sett undir sama hatt. Hver myndir þú segja að veri munurinn á að því umræðan þetta hefur dálítið oft í gegnum tíðina verið að við tölum sveppi og LSD og þessi efni. Hver munurinn á þessu og síðan því sem væri að þetta kalla bara hardcore fíkniefni, svo amfetamín, kókaín, heroín? Já, sko það ef við tökum þetta sem spektrum, að þá sem sagt öðrum megin í spektruminu eru efnin sem þú notar til þess að flýja vandamáliðin og raunveruleikaðin og sem að gefa þér alltaf sömu áhrif, skilur, og það kókaín og amfetamín og áfengi og allt þetta, að þú veist að þú farið bjór eða nokkra, þú veist hvað að fara að gerast, þú veist að þú verður aðeins svona mildari og verður auðvitað að tala og svona kærulausari og þetta verður allt saman næs og þú þarft ekki að hugsa vandamálina með hann. Þú veist alltaf að þú færð þetta og þannig eru, þú veist, slæmu fíkniefnin. Þannig að þú ferð alltaf þangað aftur og af því að þú veist alltaf hvað þú færð, þá ferðu aftur og þangað aftur. Á meðan sveppir og LSD og DMT, það alveg hinum megin á spektruminu. Þú veist aldrei hvað þú færð og þú veist bara að þú færð kannski að upplifa einhverja dýrð eða einhverja algjöra ást eða einhverja algjöra erfiðleika. Þú ert að feysa hlutina. Þannig að það alltaf óvænt, þú veist ekki hvað þú ert að fara út í og það getur verið svakalegt eða erfitt eða hvað sem en þú veist aldrei hvað þú færð. Þannig að það svona anti-addictive með að við hitt, sko. Myndirðu segja að það væri þá kannski helsta skýringin á því þetta væri, eða hvort það þegar það sagt að þetta sé ekki fíkniefni, hvort það þá þetta bara ítir ekki undir fíknistöðvar í heilanum, eða einmitt þetta að af því þetta óvænt og að því þetta reynir á að þá bara langar mig ekkert að vera að gera þetta oft. Það bæði, skilur. Það kveikir líka ekki á sömu fíknistöðum í heilanum og hinn efnin. Skilur, þetta allt, þú veist, við getum kallað þetta allt saman efni, en við getum líka kallað bara hvernig heilin virkar efni.
skilur, það meikar ekkert sens að kalla þetta einhver fíkniefni og ekki fíkniefni. Þú veist, það eina sem þetta á sameiginlegt með öllum þessum efnum að það breytir í hvernig heilinn virkar, fattaru, en það alveg gjörólíkt í hvernig þetta breytir honum. Það sem við vorum að tala um áðan, að þú ferð alltaf í sama flottan og það verður að fíknihegðun og kveikir á okkurum fíknistöðum í heilanum, þá var þetta, þú ert basically bara þetta virkar eins og þú setur lykil inn í serotonin-systemin í heilanum, þannig að þú allt í einu kveikjur á öllum heilastöðunum í einu og snar breytir veruleikanum og það er vakningin sem þetta gerir. Hvað myndir þú þá segja væri það gerast ákveðnu hlutur á meðan þessi verkun í gangi í heilanum? Já. Hvað af því situr síðan eftir þegar að verkunin farin? Af því að nú eins og segir, nú virðist þetta vera að gefa góða raun við og það bara hrúastinn rannsóknir sem bendir þess að gefa góða raun við sérstaklega svona kannski ensku orðið persistent, þunglind og kvíða sem hefur ekki hjá einstaklingum sem hafa illa svara lyfjameðferð og illa svara samtalsmeðferð, að þá virðist eitthvað gerast þarna sem einhvern veginn kveikir í heilanum með fólki, þannig að það verður einhver breyting sem virðist síðan á einhvern nátt vera jafnvel varanleg. Já, það er líklega sjálfsundrungin sem á sér stað, sem að sem sagt, þú veist, venjuleg heilavirkni, eins og við erum að keyra í þeirri heilavirkni til dæmis núna og flestir eru að keyra í þeirri heilavirkni 90-95% af tímanum. Það er sem sagt það sem er kallað default mode network. Okay. Og það er sem sagt bara, þú veist, hérna er Sölvi, hérna er Pétur, þeir fá þessi nöfn, við höfum ekkert það að segja, við bara fáum þessi nöfn þegar við erum nokkra mánaða gamlir skilur og svo bara gerist lífið. Við erum í þessum vinahópum og förum í þennan skóla og eigum þessa foreldra og eitthvað svona og svo koma þessi áföll og eitthvað og það verður til svona lífssaga og við alltaf korið inn í þessari lífssögu er þetta nafn og þessi persónuleiki sem verður til yfir þennan tíma. Og það er default mode networkið, það er sérst ákveðnar heilastöðar, það er cortexið sem að keyrir inn í limbic systemið og svo er visual cortexið sem að tekur inn þær upplýsingar og það er svona ákveðnar heilastöðar sem að vinna alltaf saman og það er svona svolítið eins og sá sem að stjórnar symfóníunni. Þú veist, allar heilastöðarnar eru, þú veist, öll hljóðfærin í symfóníunni og sér þetta default mode networkin er svona stjórnandinn, sko. Og við keyrum alltaf út frá þessu nema þegar við erum að skapa eitthvað, við erum í flæði eða við erum í einhverju ekstrím íþróttum eða algjörlega núna eða í hugleiðslu, þá erum við ekki inn í þessu kerfi. En í okkar samfélagi erum við langoftast inn í þessu. Síðan ef þú ert með þunglindar einstakling, að þá er hann bara þarna, þá er hann með allt og ofvirt default mode network. Þannig að hann í rauninni, og það er mest aktíft þegar að þú ert ekki að gera eitthvað ákveðið og þú ert bara svona einhvern veginn að dagdreima eða hugsa eða introspection eða það er þú ert bara svona einhvern veginn að hrærast inn í huganiðinum. Þá er það mest overaktiv og þannig að þú ert mjög þunglindur þá ertu bara að gera það, ekkert annað, þannig að þú hreyfist bara inn í þessu og það verður einhvern veginn grára og lífið er ömurlegt og erfitt og ég nennus ekki og þá verður það raunveruleikan innum þannig að þú actually gerir raunveruleikan grári og leiðilegri þannig að þetta er bara svona vítarhingur sem að verður svartari og svartari. Síðan blandar við psilocybin inn í heilan að þá allt í einu slekkur á þessu kerfi og tengir allar hinar heilastöðarna saman. Þá náttúrulega bara, þú veist, þá verður til þessi sjálfsundrung, þessi persónuleiki hverfur og þú fattar að þú ert allur raunveruleikiðinn. Skilur, þú ert ekki bara þessi manneskja og þetta nafn sem þú hélst á værir, heldur þú ert allt í kringu þig. Og það er náttúrulega, það er mjög erfitt að einhvern veginn að láta það ekki hafa áhrif á þig. En hvað er leikur línan hjá fólki sem kannski gerir svona og þar færið að sjá eitthvað sem segir bara þú ert að hætta vinnunniðinni, þú ert að hætta í sambandinniðinu og svo kannski ertu komin úr þessu og þá, hvað er rétt og hvað er ekki rétt? Það er mjög erfitt að svara þessari spurningu. Því þú veist, mér finnst ég að heyra þegar ég er að tala við þig að þú hafir upplifað, myndir ekki segja að þú hafir upplifað, hvað maður að segja, svona alls konar raunveruleika. Jú, og ég hef líka farið alveg horfið úr þessum raunveruleika og skotist yfir í aðrar vítir, skilurðu? Hvernig er það?
það mjög sérstætt. Já. Það sem ég kannski spurja svo kemur alltaf inn í þessa víta aftur. Þú gerir það. Það kemur alltaf mánudagur. Mánudagur. Og þá spurningin, það ekki oft það sem getur síðan verið þeir sem fari svona og koma kannski ekki vel út úr því, að það þá líður eins og var þetta bara eftir eðli seremónir, var þetta bara martröð, var þetta bara draumur, var þetta bara ekkert það þessu raunverulegt. En samt þetta í þér einhvern veginn eins og þetta var raunverulegt, en hér ég aftur einhvern veginn í þessum raunveruleika. Það að segja, ef þessi efni eiga hjálpa þér, verður þá ekki alltaf einhvern veginn að taka þau inn í þennan mánudags raunveruleika og nota það sem þú sást eða fékkst að vita. Á endanum þarftu síðan kannski, ef þetta sýnir þér munstrin þín og þetta bara, þetta hér ekki gott fyrir þig, þetta hér gott fyrir þig, en síðan gerir ekkert í því. Já, og það þetta svona fólk sem fer í svona skiptist kannski í 2 hópa. Annar hópurinn, actually fólk sem actually að reyna að betra sig og að vinna í sér og fer í svona og færð einhverjar uppljómanir og einhverjar speklasali á sig sjálft og vinnur síðan í því eftir á, byrjar einhverja nýja vana eða fyrir hugleðslu eða hvað sem skilur, og bara gerir eitthvað sem að stuðlar heilbrigði eftir á og það integration inn, skilur, þú færið einhverjar leksíur og þú actually ert þá að gera þær eftir á. Síðan eru til aðrir sem að, og ég hef verið með báðar tegundir af fólki í terapíu, skilur, aðrir sem að eru bara einhvern veginn leita að þessum uppljómunar upplifunum aftur og aftur, skilur, að þau bara svona, já, heyrðu, þetta hinn sanni raunveruleiki og þessi mánudagur, hann boring, skilur, þannig að þau einhvern veginn, þau festast í því að leita þessu aftur og aftur en eru samt í rauninni föst. Akkurat. Það ekki þó það sem gæti orðið innan gæsalappa einhvers konar fíkn, að þú ferð að því að það líða eins og þetta ástand eigi að vera varanlegt, alltaf. Jú, og þú getur gert það, skilur, munkar hafa gert það í 1000 ára. Þeir eru basically bara að gera þetta ástand varanlegt, fattaru, en þeir gera það bara á heilbrigðan hátt með því að hugleiða rosalega mikið. Þú veist, hugleiðsla í rauninni það sama á sílósípin bara í mjög vægum skammtum, daglegt dæmi, en eftir mörg áraði þá ertu bara alltaf, já, ég allur raunveruleiki minn og allt fullkomið. Þú veist, þarna eru við bara að fá shortcut inn í það, skilur, til að fá upplifunina til þess að síðan geta haft breytingar í því hvernig við hugsum og framkvæmum hluti. Hver myndur þú segja því þessi efni eru stundur sett, að því nú erum við búin að tala um fíkni efni versus þessi efni, en síðan við erum að tala bara hugvíkandi efni, þá er oft talað um psilocybin, LSD og DMT. Hver munurinn á þessum? Því síðan eru þessi efni náttúrulega ólík innbyrðis. Já. Þau eru lík og þau eru ólík. Þau eru lík í þeim hvernig þau virka á heilan. Skilur, þegar þau eru hérna megin á spektruminu, þau hafa áhrif á, þau tengja heilan saman á nýjan hátt, en eru ekki fíknivaldandi í efnisfræðilegum skilningi. Þannig að þau eru svipuð að því leitinu, en þau eru mjög ósvipuð í því hvernig nákvæmlega þau tengja saman hvernig upplunin verður af þeim. Ég myndi segja, þú veist, kannski psilocybinið svona það er svona eins og það sé svona gjöf frá náttúrunni, að það sé svona, það er eins og þú sést að svona einhvern veginn að tengjast jörðinni að náttúrunni á þetta svona rosa organik upplifun, mjög svona hlý og hún svona kemur í bylgjum og svona earthy svolítið. Á meðan LSD meira svona, þú veist, þú finnur að þetta varð til á tilraunastofu einhvern veginn, hún meira svona hugsandi og hún líka mjög kosmísk einhvern veginn, en meira svona hugsandi og meira kannski svolítið svona digital og svona tæknilegri einhvern veginn, sem að þú veist, mjög áhugavert, skilur, bara alveg svolítið öðruvísi. Hún líka miklu lengri sem að breytir hlutum svolítið. Og DMT það alveg í sérflokki yfir því að það bara, það 1000 sinnum meiri kraftur en hitt í rauninni. Þannig að það í rauninni LSD og psilocybin, það, þú
þú veist, nema þú eins og í meðferðinu sem við erum með að þá erum við með blindfold og við erum með alveg svona, þú veist, alveg aðtöp sem við setjum fólk inn í og það fer inn í bara undir meðvitundina sína. Þannig að þá getur við svona, þú veist, aðeins skipt veruleika þannig, en ef þú ert ekki með það og ert bara hérna megin, að þá blandaru einhvern veginn raunveruleikanum saman við þennan psychedeliska raunveruleika, þannig að það er alltaf interaction millið þeirra. Þú ert ennþá í honum, hann er rosalega breyttur þessi heimur, en þú ert ennþá í honum yfirleitt. DMT er ekki þannig, þá bara skýrstu úr þessum raunveruleika, alveg og bara á nokkrum sekundum. Yfir í annan. Yfir í annan einhvers konar ultravítar veruleika, þar sem eru vítir og verur og guðir og gyðjur og álfar og fáránlegir hlutir sem eru þarna, en samt einhvern veginn þegar þú ert þarna og kemur tilbaka, bara þetta er það raunverulegasta sem ég nokkuð tímann upplifað. Er það þannig? Já. Sem að þess vegna sprengir þetta svo að það eru hausinn, skilur, af því að þetta bara, það neyðir þig til þess að víkka út það sem þú trúir að sé til. Og ég myndi segja að þú veist að DMT fyrir mig gerði sko í rauninni það svona mér fannst þess að ég hefði dáið þegar ég gerði þetta, þegar ég fór sem lengst í þetta sko þá bara svona það bara hrundi þessi veruleiki, hann bara einhvern veginn lagði sjálfan sig saman ofan á sjálfan sig, bara svona og allt í einu bara var ég bara ég sem meðvitund, bara ég sem eitthvað sem sér eitthvað skaust í burtu og Pétur og líkaminn urðu bara eftir og hann bara slefaði yfir sjálfan sig og ég var ekki lengur hérna megin, þá horfðir á mig hér þá leit ég út bara eins og eitthvað svona lík skilur, ég var ekki einu sinni með rænu til þess að kyngja, ég var bara skilur, kærasta með hliðina á mér, hún bara ég vona hann komi aftur á meðan er ég bara farinn skilur og hinum megin þá er ég bara hrein bara meðvitund í einhverju fáránlegasta kosmískasta ferðalagi sem ég bara nokkuð tíma farið í og þá bara þú veist það þýðir allar neitt að tala þetta sko, tungumál var ekki hanna til að tala þetta en basically að þá var mér hent í faðm einhvers konar móður, einhvers konar gyðjumóður sem að elskaði mig og sá mig og skildi mig og sýndi mér að ég væri einhvern veginn óendanlegur eða bara, þú veist að meðvitundin hún er alltaf til einhvern veginn, þannig að einhvern veginn gaf þér einhvers konar ódauðleika einhverju leiti og einhvern veginn visualið inn í þessari, ég sá hann ekki, ég bara fann að ég var eins og fóstur í móður, í faðmi móður, einhvern veginn. Og hún flaug með mig í gegnum einhvern alheim sem var svona svolítið eins og ef þú tekur sápukúlu og svona togar hana út, að þá flugum við í gegnum það og sápukúlan er alheimurinn. Skilur, þannig að inn í því eru all miljard ljósárin sem að alheimurinn er breiður, inn í þessum hring sem að sápukúlan var flaug með mig í gegnum þetta á meðan hún elskaði mig og skildi mig og svo bara eins fljótt og það þú fórst inn þá bara er þér hent út og allt innu er ég hérna aftur og bara já, herri, býtu ég er manneskja, býtu, hvað er að gerast, ég er manneskja, býtu, ég er Pétur ég er búin að slefa yfir með allan, býtu, þannig er þú býtu, hvað? Skilur það bara þarf það einhvern veginn að læra að vera aftur mennsku, sko. En skilur þú af því að það er einhvern veginn, það er rosaleg gerjun í þessari umræðu núna, og þess að segja, þessar rannsóknir er að hjálpa því að við þurfum oft svo leiðis, en skilur einmitt fyrir einhvern sem er kannski að hlusta og heyriði lýsa þessu svona og hefur enga reynsla þessu og hefur ekki kynnt sér þetta og jafnvel með negatífa mynda þessu að þá hljóma þetta bara eins og þetta er galið. Já, og ég skil það fullkomlega. Þú veist, ef ég hefði séð eitthvað gera þetta á þess að hafa neitt skilninga á þessu bara, þetta er sturlun, hann er að steikja sér heilan en ég er að segja ykkur að þetta er actual raunveruleg upplifun sem að hefur rosalega áhrif á því hverju þú trúir að sé satt ég lýsi svolítið þannig að þú veist, þetta hljómaði eins og eitthvað ógeðslega skrítið farátt trip, basically, en það sem að þetta er fyrir mig og þú veist, flesta sem hafa farið svona djúpt í þetta er að þú kemst nær kjarnsannleiknum
skilurðu, það svona, þeir kalla þú veist, við erum hér, við erum mennskir og við erum í þessum raunveruleika hérna, en það einn leir af mörgum leirum og því neðar sem þú ferði í þessum leirum, því nær ferðu að source reality, skilurðu, sem að einhvern veginn mest raunveruleg heimurinn, þar sem að við komum þaðan, við förum aftur þangað, það það sem að svona einhvern veginn botnin á öllu saman og mér finnst þess að þetta hafi verið, ég hef farið nær því þarna heldur en venjulega, skilur, og þess vegna það raunverulegra heldur en raunverulegin af því að þú kemst nær þessu sorsi. Hvað, sko, síðan þú byrjar að vinna með fólki í þessu, það nokkra spurningar sem ég langar að spyrja út frá því. Já. Sko, talandi með mitt svona þetta svo segir hann að þetta geti verið hættulegt. Þá lítur að vera mjög mikilvægt, þú veist, hvað það sem fólk þarf þá fyrst og fremst að hugsa varðandi það? Já, það bara, þú veist, þú tekur alla hættuna í burtu þegar að þú ræður einhvern til þess að fara með þér í gegnum þetta. Einhvern svona psychedelic facilitator eða shaman eða eitthvað svoleiðis, sko. Sem að þá býr til umhverfið og athöfnina eins og bestur á kosið og til staðar til þess að hjálpa þér í gegnum hvað sem Það það sem skiptir mestu máli. Myndirðu segja að af því fólki sem þú hefur unnið með að það sé nær undantekningarlaust að fólk hafi mjög góða reynslæði? Já, í svona 99% tilvika. Hvað með 1%? Já, eða ég myndi segja að það var eitt session sem hefði kannski ekki átt að gerast. Ok, af hverju ekki? Af því að þar var undirliggjandi geðsjúkdómur sem við vissum ekki af. Undirliggjandi alvarlegu geðsjúkdómur sem að ef fólk með bipolar eða geðklofa, skizofreníu, geðhvarfasýki, eitthvað þessu, að þú veist, þá tek ég ekki ábyrgðina á því að gera þetta, af því að ef þú ert þar, að þá í rauninni hefur þú ekkert við að gera að hrufla svona í raunveruleikanum, þú þarft stöðuleika. Þess vegna þetta ekki kannski hentugt fyrir það fólk. Og þannig með þessum eina að þá á þess að hann áttaði sig á því, var hann með undirliggjandi kannski geðhvarfasýki. Og þannig að sessjóni var rosalega erfitt og þetta var mikil trámasaga hjá honum, sko. Þannig að mikil sorg og mikil erfiði, sko. En þú veist, líklega hefði þetta gerst þrátt fyrir að hann hefði ekki gert þetta, bara kannski hægar, skilur, en þarna var bara braut upp flóðbylgjuna eða sem sagt stífluna sem var kannski aðeins of öflugt. Hefur verið að lendi því að læknar séu að senda fólk til þín? Já, ég með og ég líka gera þetta alltaf í samráði við, þú veist, ef fólk þunglynt eða með kvíða eða að fara til sálfræðinga eða geðlækna að þú veist, þegar ég undirbýði alltaf, ég tala alltaf við það áður en við tökum sessjónið til að búa til traust, skilur, traust mjög mikil faktor í þessu þannig að við séum búin að hittast og það treysti mig fyrir þessu og það veit hvernig ferli gengur fyrir sig og athöfnin en og í þeirri undirbúningsvinnu að þá sendi ég alltaf, sko, þú veist, ef þú ert hjá sálfræðinga, geðlækni eða eitthvað, segðu þeim frá þessu að þú sérst að fara út í þetta til að þeir geti síðan, þú veist, ef þú ert á þessum og þessum lyfjum, þá geta þeir með þeim í sammenningu trappa þau niður og þú vilt ekki blanda þessari lyfjum við þetta og svona, þannig að ég reyni að hafa þau inn í þessu og það sem hefur svona nánast undantekningarlaust verið núna þegar þetta að vera svona mainstream að fólki kemur aftur til mín bara, heyrðu, þau bara mjög til í þetta og þau bara, já, við tröppum þið niður hérna og tökum þetta út og svona og þú ferð til hans og gerir þetta, svo kemur aftur til mín og við tölum hvað þú upplifðir og skilur, þannig að þau skilja að þetta að hafa svakalega áhrif nema þau bara lagalega umhverfið bara ekki komin á langt þannig að þau geti gert þetta sjálf. Það var það sem ég ætlaði að spyrja út í næst. Hvernig að vera að vinna við eitthvað svona og það ennþá ólöglegt? Það óþægilegt skilur, þú veist það eins og maður svona, þú veist, ég bara komin út í skáp með þetta, þú veist, ég bara að vinna með sílósípin og svona og fólk kemur til mín og gerir þetta og af því að fólk átta sig á því að, þú veist, fólk skoðar
rannsóknirnar og það er ekki hægt að afneita þessum árangri lengur. Þannig að hvort sem að fólk í fíkniefndarlögreglunni eða eitthvað annars staðar, að þau vita þetta og þau ekkert að hafa samband. Það er ekkert verið að handtaka mig fyrir þetta. Nei. Þannig að þetta er ólöglegt en samt eiginlega ekki af því að þau gera ekkert í því. Er það þó þannig að það sé svona næstu þegjandi samkomulagum? Já, í rauninni. Hefur alveg verið látin í friði af... Algjörlega. Og þetta er svona einhvers konar grátt svæði. Þetta sílósíbín er ólöglegt lyf en síðan gera þessu líka grein fyrir því að það er erfitt að banna eitthvað sem vex út á grassflöti hjá þér. Já. En síðan náttúrulega líka það gæti náttúrulega bara orðið mjög stutt í þetta verði löglegt. Já. Náttúrulega sjálfgefið þið komið í 3. stigs trial sem lyf og að gefa góða raun að þá náttúrulega bara tímaspursmál hvernig þetta kemur út sem einhvers konar lyf. Ég meina að þetta er líka búið að vera löglegt skilur í Amsterdam í Hollandi búin að vera löglegt og þú veist afglæpavætt í Portugal og svo núna í Bandaríkjunum erum við að sjá rosalegt Er verið að löglega þetta í ákveðnum fylkjum eða? Já, Oregon er búin að leiða sílósíbín meðferð skilur og fyrir það voru við búin að leyfa fólki að rækta þetta heima á sér og neyta þetta sjálft og svo eru núna ég veit ekki hvað borginnar eru margar þær eru bara að poppa upp alls staðar ég held að þessi orðnar 5, 6, 7 sem eru búin að leyfa þetta og sumar eru öll haugvíkandi efni, öll plöntulíf og þar á meðal Washington DC höfuðborg Bandaríkjanna búin að afglæpavæða öll psychedelic þannig að þú veist, það er bylting í gangi. Ertu eitthvað inn í því eins og Íslandi, hvort það sé verið að reyna að setja inn einhverja beiðnir til landlæknis eða eitthvað að rannsaka þetta meira hér eða einmitt bara fara af stað með umræðum að löglega þetta eitthvað svolítið? Við á Íslandi erum náttúrulega alltaf svolítið eftir á með svona hluti. Þannig að það er einhvern veginn alltaf finnst alltaf eins og það sé bara svona þú veist, ef að kemur einhver forward thinking alþingismaður með eitthvað herðu, við þurfum nú að fara að elta við þurfum að fara að elta þetta og fara að lögleiða þessa hluti, ég meina það meikar ekkert sens að hafa þetta bannað, að þá kemur alltaf einhvern veginn frá meiri hluta alþingis bara, við höfum miklu þarfar í málum að gegna, við höfum ekki tíma fyrir þetta og þá gerist það aldrei einhvern veginn þannig að þá einhvern veginn bara festumst við í einhverju forneskju hugsun með þetta. Þú sagðir ef ég man rétt í viðtalinu við Frosta í Íslandi í dag og sagðir samviska mín leyfi mér ekki að ég geri þetta ekki. Nei, það er hárrétt. Ég meina, segðu hann frá því. Ef að ég sé að þetta getur bjargað haustnum mínum frá einu alvarlegasta skada sem getur komið fyrir líkamann og það, þú veist, þetta bjargað mér út úr því andlega, að þá hef ég ekki þá samvisku að gefa ekki öðru fólki möguleikan á þessari aðferð. Hvað hefur þú séð á því að, þú veist, maður einhvern veginn þegar maður fer inn í þessu umræðu þá er maður alltaf með svona disclaimer á eitthvað, þetta er viðkomin umræða. En ef ég spyr þig bara á hinn endan, að ég er búin að spyrja þig með þessa einu sem þú segir að hafi svona farið kannski ekki nóg vel, hvað ertu þá að upplifa hjá fólki þar sem þú getur sagt góða sögur af? Já, bara... Hvað fólk sem að koma til þín, það fyrst og fremst fólk þá sem að glíma við það áföll, eða það kvíði, eða það þunglindi, eða alltaf þessu? Það allt saman. Já, allt saman. Og líka fólk sem kannski hefur ekki verið með mikið áföll, en vill bara, eins og það var eitt sem kom með þá setningu, the betterment of well people. Já. Skilur, og það má líka, skilur, þetta er ekki bara fyrir veika fólki. Nei. Þú veist, þetta er bara í rauninni, þetta er holdt fyrir alla, sko, að víkka svona út sjóndeildarhringinn sinn. Og ég hef verið með allt frá 20 einstaklingum sem að leita að einhverjum nýjum upplifunum yfir í 70 konur sem að díla við erfiðar æskur eða eitthvað. Þannig að við erum svona upp á síkastið höfum við verið með meira af eldra fólki, sko, 45 til 65. Það er áhugavert. Já, það er það. Maður hefði haldið að það væri kannski... Seinast að koma. Já, það væri kannski sá hópur sem væri búin að lifa lengst í þeirri skilyrðingu að þetta væri mjög hættulegt og verið bannað og allt þetta. Og flest af því fólki, sko, hefur aldrei haft neitt exposure við þetta. Skilur við vissi ekkert þetta en núna bara því að hlutir að opnast og það hefur kannski verið að þjást andlega í áratugum saman. Að þetta er oft fólk sem er orðið svolítið desperate á eitthvað og það er kannski þetta er svona last resort, það er búið að fara í gegnum
bara, já, ég er búin að vera hérna á 3 eða 5 mismunandi þunglyndislyfjum og hjá þessum sálfræðingum og þú veist, en ég er samt alltaf einhvern veginn að hrærast í þunglyndinu. En hvað ég spurði Harald aðeins út í þetta, sko, þetta er einhvern veginn, maður á svo erfitt með að trúa því að ef þetta virkar svona vel, að það sé búið að halda þessu frá fólki svona lengi. Þetta er óþolandi. Og hérna, en þú veist, maður lítur að taka marka á því þegar maður eins og hann sem hefur unnið með geðsjúkdóma í sko bara alla sínu starfsævi, 40-50 ár, Já. þegar hann segir þetta sé svona mikil bylting og hann gengur svo langt að segja bara kvíð- og þunglyndislyfin sem er verið að nota núna verða mestu leyti úreld, bara innan ekki langs tíma. Hver er skýringi fyrir því að það búið að vera að halda þessu frá fólki ef að þetta er að gefa í svona stórum hluta tilvika góða raun? Heimska bara, ég veit það ekki. Er það bara fáviska, skilringin eftir Nixon tíman? Já, á einhvern undraverðan hátt náði einn spilltur forseti að setja bann þannig að það má ekki einu sinni rannsaka þetta og einhvern veginn bara, þannig að það var engin peningur í þessu, eða þú varst hjá virtum háskóla að skoða þetta, þá varst þú gerður aðhlægi eða þú hélst þessu áfram, þannig að einhvern veginn náðist að þurrka þetta upp og svo bara kemur næsta kynslóð og hún bara elur sig við að þetta sé eðlilegt ástand og þannig einhvern veginn, veist, það er fátt annað sem að við getum tekið dæmi þar sem að þú bara, þeir eru bannað að rannsaka þetta. Það var alveg bannað að rannsaka þetta líka? Já. Þess vegna náðu ég að frjósa þetta svona í hálfa öld. Ef það hefði aldrei verið bannað að rannsaka það, bara þú veist, já við viljum ekki að hipparnir séu að þessu, skilur, það hefði verið miklu skemmri árangur í banni. Hvað myndir þú ef við þetta byrðum að skjóta út í lofti með bara hvenær heldur að verði að fullu löglegt að stunda svona meðferðir á Íslandi? Ég myndi segja að svona vonandi á næstu 5 árum, Já. en pott hérna innan 10 ára. Já. Alveg klálega, sko. Þá allavega sílósíbín meðferðir. Og ég sé fyrir mér það sem að væri svona heilbrigð umgjörð þetta í löglegum skilningi. Þá væru bara svona svolítið eins og með spa umhverfi og væru með bara svona rosalega svona þægileg, róleg tónlist, það eru kannski jógasalur þarna og þarna eru heita pottar og svo getur þú farið í nudd hérna, þetta er allt í sama kjarnanum og svo inn í þessu herbyggi ertu með sílósíbín meðferðir, það er það svo með sérfræðing í því sem að fer með í gegnum það þannig að svona að integrata það inn í svona þannig svona center myndi ég sjá fyrir mér að það væri mjög heilbrileið til að koma þess inn í umhverfið. Aðeins það með utanumhaldið að einstaklingur sem er kannski að upplifa svona mikla víkkun á raunveruleikanum og svo bara að fara í vinnuna daginn eftir. Er þá eitt af því sem eru að vinna við þetta með fólki segið þið fólki þó að gefa sér rými eða þú veist eitthvað þannig að maður ná að prósessa þetta eða hvernig? Já, við eltum bara það sem að rannsóknina segja, skilur. Við erum að gera bara það sem að þeir í London gera eða í John Hopkins, skilur, við bara við reynum að blanda saman öllum gamla kúltúrnum sem að ættbálkarnir hafa verið með í 1000 ára og svo plús það sem að vísindin segja. Og það er basically bara þú vilt hitta manneskjuna áður og búa til traust og búa til vinasamband og fara yfir ferlið og segja hvað þú veist ekki hvað er að fara að gerast hjá akkurat þeirri manneskju, þú veist hvað yfirleitt gerist eða hvað getur gerst ferði yfir það allt saman og byggir upp traust svo kemur manneskjan í session og hún fer í gegnum lífsleifsluna sína og þú ert þarna með henni allan tíman og síðan stundum þegar hún er að koma niður þá þegar hún byrjar að geta talað það sem hún var að upplifa, þá farið stundum yfir að þá, en síðan yfirleitt líka aftur, kannski viku að 2 vikum eftir, þegar hún er komin almennilega niður og búin að upplifa nokkra mánudaga, að þá hittust yfirleitt aftur og reynum að, það sem við kalla integration, reynum að fara yfir hvernig getum við notað það sem að var lært í sessjónu til þess að hafa áhrif á lífið komandi. Kannski svona í lokin, því ég spyr marga aðeir í lokin og það er svona sérstaklega áhugavert að spyrja þig að þessu. Ef þú verður að gefa sjálfum þér, ef þú verður að gefa 16-17 ára útgáfuna sjálfum þér ráð, komið með alla reynsluna sem þú ert með núna. Því þú hefur nú upplifað ýmislegt gefið mér á síðustu árum. Hvað myndir þú segja að væri svona stærsti lærdómurinn? Gefa 17 ára mér ráð? Já.
Ég var svona kannski svolítið heppinn þegar ég var unglingur að ég einhvern veginn bara einhvern veginn sagði nei við einhvern veginn ég bara svona já, þú átt að vera að gera þetta og þú átt að fara í þennan skóla og svo átt að fara í þennan menntaskóla, skilur, ég bara svona nei, mér langar bara ekki að gera það mér langar bara að fara út í heim og ég ætla bara að skoða heiminn skilur, þannig að ég svona kannski datt inn í kannski það rétta fyrir mig en þú veist, ef ég myndi koma með eitthvað ráð þá myndi ég svona bara svona ekki gera of mikið að heimskulum og hættulegum hlutum haltu aðeins á mottunni drengur en endilega farið út og explóraði En bara fyrir, þú verður að gefa bara svona almenn ráð fyrir alla varðandi þetta með raunveruleika pælingarnar Ég myndi ekki fara of snemma út í það skilur, það var kannski ágætt að maður fóru ekki út í þetta fyrr að maður var hræddur við þetta af því að þetta væri heila skemmandi og eitthvað svona þrátt fyrir að það er vitlaus nálgun fattar við hefum náttúrulega bara að vera með réttar upplýsingar en þegar þú ert 17 ára þá er kannski heilin ekki alveg full þroskaður til að díla við svona og þetta getur alveg raskað skilur, þá þarftu í rauninni svolítið svona jújú, smá spenna og svona er ágætt en þetta er of mikið myndi ég segja fyrir unglinga fattar þetta er ekki þrátt fyrir að þau myndi gera þetta í réttum aðstæðum en ekki í einhverjum partíum að það var þetta samt ekki sniðut á því tímabili í lífinu. Þá kemur kannski ein bara í blálókin spurning að tala um þetta. Getur það hjálpað prósessinu með svona að maður sé svolítið smeykur við þetta og beri þar alveg mjög mikla virðingu fyrir þessu? Ég ber rosalega virðingu fyrir þessu og það hjálpa, það er eðlilegt að vera hræddur við þetta. Ég meina, það er bara fucking scary að díla við djöflunum sína og rústar raunveruleikanum. Ég meina, ef þú ferð inn í það bara, hvað, gerum það bara á morgun? Skilur, það er ekki sérstaklega holl nálgun. Þú veist, ef þú talar við mig um DMT, þá byrja ég bara að skjálfa og svitna í lóanum og skilur, þú veist, ég hef algjört respekt. Og þú verður að halda því, annars er þetta að fara að brenna þig, sko. Já, ég ætla að segja það, svona er ekki á einhvern nátt heilbrigt að vera með svona smá óttablandna virðingu fyrir þessu. Algjörlega. Óttablandin virðing. Það er málið. Það er ekki að láta það vera lokvæli. Óttablandin virðing, það er góð lokvæli. Það er góð lokvæli. Frábært að fá það heimsókn. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir komin. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.